síðustu ferð fyrir Karbolús. Hann orðinn 65 ára gamall og hefði raunar átt að láta af störfin 63 ára eins og reglur segja til Þorsteinn hefur marga hildi háð ævina en það vinnur enginn baráttuna við tímann. Þessari ferð heitið til borga í Bandaríkjunum, fyrst komið við í flugumsjón til að fá nýjustu fréttir af veðri á leiðinni. Farkosturinn risaþota af gerðinni Boeing 747 sem full hlaðinn vegur 370 tonn. Í þau 17 ár sem Þorsteinn hefur starfað sem flugstjóri hjá Karbolús hefur hann flogið til flestra heimsálfa. Farmurinn hefur verið af ýmsum toga, vélarhlutir sem vega mörg tonn, dýrustu veðhlaupahestar í heimi og allt þar á milli. Þorsteini var á sínum tíma boðin staða yfirflugstjóri hjá Karbolús en hann afþakkaði. Kunni betur við sig í stjórnklefanum en bak við skrifborð og hafði engan áhuga á fleiri borðum og einkennisbúningi. Á 46 ára ferli sínu sem flugmaður hefur hann ótal sinnum lent í lífsháska en ávallt sloppið með skrekki. Hann á að baki 36.000 flugstundir, fleiri en flestir aðrir flugmenn í heiminum. Hann er fyrir löngu orðinn þjóðsagnapersón á Íslandi og raunar víða erlendis. Þá var hvert flugvall eiginlega bara viðburður. Þá var maður að berjast við ýmis öfl sem eru núna snertamannvalla því maður flýgur svo miklu langt fyrir ofan öll veður og þetta er svo mikið meira, sjálfvirkt heldur en var þá. Að þetta nú flugið sjálft eiginlega orðið miklu leiðinlegra en aftur á móti fyrir það og miklu skemmtilegri staði, svo það er munurinn bara. En í gamla daga þá var nú, þá var meira spennandi að fluga og erfiðara, það er miklu léttara núna. Ég fæddur í Reykjavík 1921. Faðir minn hét Snæbjörn Jónsson bóksali og móðir mín, hún var ensk og hét Annie Florence. Já, ég náttúrulega vesturbæingur og í þá daga var nú allt öðruvísi umhorfs í Reykjavík og sérstaklega vesturmenn með til núna. Þar voru húsina miklu meira strjálbyggð, það er miklu strjálbyggðara þar heldur en núna. Það hétu húsin öll einhverjum nöfnum og það voru stakkstæði við flest húsin og maður vann við að breiða úr fiski og það var allt miklu opnar og frjálsar einhvern veginn í þá daga. Þá var maður ýmist að leika sér í fjörunni eða niður á bryggjum, róa út í færing og kíkja keks og það var ósköp skemmtilegt líf sem krakkarnir áttu þá. Þegar ég var krakki var ég oft hjá ömmu og afa út í Englandi. Ég var eins og minnst heilt ár þegar ég var 7 ára gammal, var ég heilt ár þar. Ég gekk í Miðbæjarbarnaskólann og síðan fór ég í gagnfræðaskóla Reykvíkinga eða Ágústaskólann sem það kallaður. Og eftir að ég lauk gagnfræðaprófið þá fór ég til Akureyrar og var þar í menntaskóla Akureyrar í 4. og 5. bekk. Nú norður á Akureyri þá gekk ég í Svifflugfélagið en komast nú aldrei það langt að fljúga. Maður lenti alltaf ég bara að vera að bera svifflugun upp brekkun og taka í teygjuna til að koma á loftið. Fremstir voru þar komnir Jóhannes Snólason og Magnús Guðmundsson og Ari Jóhannesson sem var lengi hjá Flugfélagi Íslands sem verkstjóri. Hann var mikil framamaður líka. Ég man aðeins eftir þessum þremur. En ég kynntist aldrei hvorki Billa Snorra eða Magnúsi þá. Leið og stríðið byrjaði þá sótti ég að komast í flugherinn eftir að ég mig langar til að læra að fljúga. Og ég byrjaði á því að það var samband við ræðismennin á Akureyri, hann myndi Kúk, kallinn, og hann skrifaði og fekk það svar að því miður þá getið þeir ekki tekið mig. Síðan fór ég til Reykjavíkur og hafði samband við breska sendiráðið þar og þeir skrifuðu líka fyrir mig til Björnlands sem fengu sama svar að því miður
þá gæti ég ekki það því að væri útlendingur og kæmist ekki inn í breska herinn, eða flugherinn. Og þá fór að verða dörfitt, þannig að ég fór í einn föður minn og hann sagði úr því ég vildi endilega fara út í þessa dellu, þá skildi hann sér reyna að hjálpa mér. Því hann hafði þó nokkuð góð sambönd í Bretlandi og skrifaði nokkrum framálmönnum þar sem þeir, og það var meira sem borið undir þingið, hvort að það væri leyfilegt fyrir þau að taka mig inn. Og það fékkst með því leyti að þessir menn, þeir gerðist ábyrgir fyrir mig. Fyrstu 3 eða 4 vikurnar var þetta bara skólanám, það var bara bóklegt nám og herþjálfun, marseringum og allir því sem til að vera í her. Nú og svo byrjaði sjálf flugnámið og þá var venjulega bóklegt fyrir hádegi eða eftir hádegi annað dag. Svo skipst á og flogið hinn helminginn af deginum. Það var okkur að þá var farið að vera gaman, þá var farið að fljúga. Fyrst var ég í 3 vikur þarna suður á suðurströnd Englands, í Cornwall. Síðan þegar flugnámið byrjaði, þá var það upp í Mið-Englandi, hérna rétt hjá Leicester. Og þar var ég í því námi frá ég hafði líklega verið svona frá júlí-lok þegar ég byrjaði þar og fram í nóvember. Svo var farið í framhaldsflugnám og það var upp í Skotlandi á annarri tegunda flugvél. Ég byrjaði náttúrulega flugnám á Tygermouth. Síðan næsta tegund var þetta Miles Master, það var svona nær því að vera orrustuflugvél. Nú náttúrulega þegar byrjunar námskeiðunum lauk þá sóttu menn hvort þeir vildi vera á sprengjuflugvélum og orrustuflugvélum eða flutningavélum og svona eftir þessu. Og ég held að lang vinsælast var að komast á orrustuflugvélum. Og þegar ég svona orðinn fullgildur orrustuflugmaður þá orrustunum Bretland lokið. Og þá eru Bretarnir farnir að snúa vörn í sókn og vilja fara í árásaferðir yfir til Frakklands þá, því að þá voru náttúrulega okkur orrustuvélar voru voru ekki það langfleyg að við gætum farið mikið lengra inn við Frakkland og þá var verið að gera þar árásir á ýmsar verksmiðjur sem framleiddu þá eitthvað sem að Þjóðverjunum kom að gagni og þá fórum við yfirleitt í fylgd með sprengjuflugvélum og það var þá flogið inn yfir Frakkland, það var kannski fólið hálfana tími í flugferðina alla og við vorum að reyna að koma í veg fyrir að þýsku orrustuvélarnar gætu skotið niður sprengjuvélarnar. Til þess vorum við þarna og það var til þess að það voru oft svona ákveðlega spennandi návígi og maður fekk líka oft mikið skrekk og þóttist að hafa heppin að sleppa tilbaka. Við vorum alltaf að missa góðkunningja, náttúrulega svona því stríðið, það er alltaf að koma fyrir. En þetta bara kom sér vanda, maður bara skálaði fyrir honum og sagði bara nú spilar hann á hörlu og sjáum að seinna bara svona bara. Var standið í hendur? Vittu fyrir, jú, alltaf þetta. Á árinu 1942 var ákveðið að senda 3 breskar flugsveitir til Rússlands en þar geisuðu þá heiftarlegir bardagar. Flugsveit Þorsteins var ein þessara sveita, þetta þótti honum spennandi verkefni. Flugmennirnir voru komnir á skipsfjöl í Liverpool þegar hætt var við ferðina. Spitfire-vélar flugsveitanna höfðu verið sendar á stað á undan og var skipalistinn sem flutti þær undir öflugri vernd. Engu að síður tókst Þjóðverjum að ráðast á skipin þar sem þau voru á leiði norður með ströndum Noregs með þeim afleiðingum að orrustuflugvélarnar lágu nú á hafsbotni. Það var því sjálfhætt við Rússlandsferða sinni og flugsveit Þorsteins sendi í allt annan heimshluta til að taka þátt í baráttunni þar. Enginn veit hvort Þorsteinn hefði flogið sína síðustu ferð í Rússlandi eða ekki, hefði hann náð þangað.
En víst að sú ferð hefði verið með öðrum hætti en síðasta ferðans á vegum Cargolux, þar sem honum var hvarvetna fagnað með blómum og gjöfum frá samstarfsfólki. Í 1942 þá var mín flugsveit send til Norður-Afríku í sambandi við þegar Eisenhower og hans menn gerðu innrásinn í Norður-Afríku, þetta Operation Torch. Og síðan daginn sem að innrásinn var gerð, þá flugum við frá Gibraltar til Norður-Afríku, Maison Blanche flugvallar í Algír og lentum þar. Þá var herinn búinn að taka völlinn og við vorum fyrsta flugsveitin sem lentum þar. Þetta gekk svona brösuð til að byrja með, því að Þjóðverjarnir höfðu yfirhöndin í lofti. Við vorum yfirleitt alltaf í vörn og vel stöðugt verið að gera árásir á okkur úr lofti, en smá saman rákum við á undan okkur á flótta og endaði með því að við náðum yfirhöndinni. Það var búið í tjöldum yfirleitt og það var allt í lagi nema þegar ringdi, þá var ómaðurinn bjökla í aurun. Og það var þar sem að ég sá eitthvað það merkilegasta á öllum stríðsárunum þegar að við vorum á svoleiðis velli. Það var svo mikil aur að það urðu tveir menn að sitja á skilun á vélinni meðan hún var að aka út til þess að hún færi ekki á nefið. Þannig að hún var komin upp á Vínetabrautina og síðan þá fóru þeir af sem sátu fyrir aftan á stýrinu og sá sem var á undan mér, hann hefði gert það en annar sem að satt síðan hefði ekki tekið eftir því. Og ég horfði á hann og hann fór í lofti með mannin á stýrinu. Ég flög eftir þessu skot og fylgdi honum og maðurinn satt á stýrinu í heilan hring og innan kominn á lenti aftur. Og hann, nei, ekki alveg vegna þess að hann var svo feginn þegar að vélokkurinn á jörðina hoppaði af allt og fljótt. Það hefði getað verið alveg ómyndin, hann bara beið ekki boðan og myndi sig á akla, það var ekki beina það. Í loftbardaga gildi svo regla að verða fyrri til að skjóta. Einvígi í lofti var algengt og oft var tvísýnt endalokin. En höfðu Þorsteinn og félagar hans samúð með flugmönnum óvinaherjana. Ég veit ekki hvað það er samúð. Við held ég hafi verið svona gagnkvæmur skilningur. Yfirleitt vissum við að þetta voru menn sem voru í að gera það samúð við og við skildum það og þeir skildu okkur, held ég. Til dæmis að það var svo eitt skemmtilegt dæmi að ég var svo heppinn að skjóta niður þýska orrustuvél yfir flugvöllunum okkar í flugvöllum í Norður-Afríku. Þannig að hann bara nauðlént að fluga á vellinum, sko. Var þá handtekinn? Hann var náttúrulega þegar ég svo lenti rétt á eftir og hann var náttúrulega hérna umkringdur af mönnum sem að voru að reyna að tala við hann, eitthvað við hann, sko. Og svo þegar ég kom þarna gangandi þá var hann bent að þarna maður sem skauti niður. Og þá tók hann skambissunum mín og rétti mér að þú átt þetta, góði. Það kom líka einu sinni fyrir ég skauti með flugmanni í Frakklandi. Hann lenti í fallhlíf og ég flög niður og flög fram hjólið þessu sinum og hann stóð bara og vinkaði henni svo. Hann var ekkert hræddur ég ætlaði að fara að skjóta sig. Já, bresku flugmennirnir höfðu vélaróvinnana að skotmarki en ekki flugmenn þeirra. Og Þorsteinn heldur áfram að rifja upp atburði sem áttu sér stað fyrir 45 árum en eru enn ljóslífandi í minningunni. Orrustuflugvélar þess tíma voru ekki eins hraðfleygar og þotur nútímans, en þó var ekki allt sem sýndist í þeim efnum. Hraðin var stundum meiri en mér gerði sig grein fyrir. Svo eftir ég búinn að vera að kenna í fáeina mánuði þá var ég sendur á 65. flugsveitina, rétt fyrir utan London. Hún var þá fyrst, var með Spitfire-vélar en skömm eftir ég kom þangað verði breytt yfir, var það teknir í burt og við fengum Mustang-vélar í staðinn. Af hverju var það? Þessi flugsveit átti að gegna alveg sérstöku hlutverki í sambandi við að gera árásir á jörðunniðri með hernum, sem sé til aðstoða herinn í innrásinni. Já, og þessar Mustang-vélar þóttu mjög hentugar í það. Þær voru mjög langdrægar og gátu borið þó nokkuð mikið meira heldur en hinar orrustuvélarnar.
Við vorum náttúrulega ógulega óhressir fyrst yfir að þurfa að missa okkar ástkæru Spitfire-vélar og ég held að flugsveitin fór á eitt helja mikið fyllir í bara til að mótmæla en ég held eftir svona fyrstu vikulegu þegar við vorum búin að kynnast þessum nýja farkost okkar þá vorum við ósköp ánægðir og þetta var mjög indæðar flugvél með Mustang og það merkilegt, það kom fyrir okkur einmitt á Mustang-vélunum en við skildum ekki hvað var að ske þegar við fórum í dýfur beint niður með alveg fullan mótorkraft. Þá kom að því þegar náttúrulega hraðamælum var komin alveg út af klukkunni að allt í einu fór alltaf að skjálfa, hristast og skjálfa og svo ef maður hélt áfram þá hætti það. Og svo þegar við fórum að hægja okkur aftur þá byrjaði alltaf að skjálfa upp á nýtt og svo búið og þá við vorum að mikið ykkur anskotin var að ske þarna. Og þetta var mikið rætt með flugmennina og svo kom að því að það komu menn þarna frá yfirvöldunum sendu niður einhverja tæknifræðinga til að útskýra fyrir okkur hvað var að ske. Við vorum að fara í gegnum hljóðmúrin. Nei, það var talað um þetta löngu eftir stríð að menn verið að fara í gegnum hljóðmúrin í fyrsta skiptið. Við vorum búin að gera þetta 1944. Það sagt að flugmenn gleymi aldrei þeim flugvélategundum sem þeir hafa flogið og geti árum saman haldið áfram að ræða þær líkt og hestamennum horfna góðhesta. Það halda því Þorsteini engin bönd þegar hann kemst á snúður gamla DC-6-vél eða 6 sem stendur á nálægum flugvelli. Hann ekki rónni fyrir hann hefur barið þennan forna grip augum, klifrað upp í stjórnklefann og rifjað upp öll gömlu handtökin. Flugstjóri á einni fullkonustu breiðþotu nútímans greinilega hagvanur í þröngum stjórnklefa 6-unnar en einu sinni voru vélar af þessari gerð flaggskip íslenska flugflotans. Sérstakar minningar sem kom upp í huga núna? Ekki, bara það er gaman að koma aftur í þennan gamla stjórnklefa sem maður var eiginlega búinn að gleyma mestu leyti en þegar maður búinn að sitja þetta 8 stundir þá byrjar það aftur að rífjast upp aftur. Þetta er gamalt og góður vinur. Þarna eru 2 góðir kaftenar saman, annar í lofti, hinn á legi. Þorsteinn í góðum félagsskap Sigurðar Þorsteinssonar sem á sínum tíma keypti Sæbjörguna af Landhelgisgæslunni og sigldi á vit ævintýranna. Innrás bandamanna í Normandí í byrjun júní árið 1944 var upphafið á lokum heimsstyrjaldarinnar. Bardagar voru harðir og á 2 dögum misti sveit Þorsteins 5 flugmenn. Já, við vorum náttúrulega, það var náttúrulega alltaf tölvöru undirbúningur undir innrásina. Það var verið að gera árásir alla daga út allt bara til þess að bæði að villa fyrir þjóðurinn hvað hann ætti að vera innrásinn og líka leið að þá að undirbúa, að mýkja eins og segja varnirnar og þetta náttúrulega gekk í marga mánuði áður en sjálf innrásin að gefs. Við vorum staðsettir þá á Suður-Englandi, við vorum á stað sem hét Ford rétt hjá Bóknur ríkis á Suður-Englandi og við flugum hérna 2-3 dag yfirleitt yfir sundið og gerðum árásir og hina þessa staði. Nú svo þegar innrásin sjálf var gerð þá náttúrulega þá vorum við held ég bara nokkrum dögum eftir að það var búið að tryggja sem sagt þennan svo kallar brúarsporða hérna í Normandí og við fluttum þangað, var gerður flugvöllur, vélnetaflugvöllur þar og við flugum þaðan.
Meðan við vorum hérna í Normandí, í Frakklandi, í innrásinni, að þá voru náttúrulega gerðir skyndi flugvellir bara með vílneta flugbrautum og við byggum yfir í tjöldum og svo voru náttúrulega stór messatjöld og það sem var náttúrulega vantaði mikið þar að það var ekki mikið drykkjarföng vegna þess að það náttúrulega var ekki pláss fyrir slíkt þegar það þurfti að flytja sem allt annað sem var kannski meira áríðandi. Svo við fundum upp dálítið snjöllu og það var að á öllum Mustang-vélunum var hægt að setja 2 stóra bensíntanka undir vangila sem maður mátti kasta af. Þeir tóku hverna sig klukkan 300 lítra. Svo létum við útbúa 4 tanka þannig að þeir voru sérstaklega hreinsaðir og útbúnir með krönum á að við gátum sett bjór í þá. Og það var farið vikulega með 2 tóma tanka til Bretlands og komið tilbaka með 2 fulla tanka af bjór. Svo við vorum alltaf nóg af bjór í okkar messa og vorum ákveðlega vinsælir. En hitt ég ekki sagt það var alveg óskaplega óvinsælt að þurfa að fara að sækja bjórinn. Því að það stóð öll flugsveitur og horfði á lendinguna og þegar hefðum tekið stillar og tankandi dottið af í lendingu, þá varst það ákveðlega óvinsælt. Nú í Brussel, það var nú ekki lagala þar. Þar tókum við af Þjóðverjum, þeir voru alveg nýfættir af vellirum, stóra höll sem var þar rétt í útkverfi vallarins og þar höfðu þeir komið sér vel fyrir því að niður í kjallaranum var alveg fullur af kampavíni og konjaki sko, alveg eins og bara alveg þúsundir af flöskum. Nú hver maður hefði sína sitt eigi herbyggi þessari höll og við stóran balsar og auðvitað var ball hjá okkur að hverju kvöldi og allir gátu notið góðs af því að kampavín og konjak var frítt eins og hver vildi. En því miður þá vorum við þarna okkur löstuð, ekki nema rúma viku þegar við vorum sendið til Englands til að fara í allt annað umhverfi og allt annað verkefni. Þá fórum við að flytja, fylgjast með amerísku sprengivélunum. En þegar við lögðum að staða frá Brussel, við fengum bara svona, 3-4 tíma fyrirvara, svo hver einasti okkar lét hlaða í kringus í stjórnklefann eins og hægt var að koma af flöskum, bæði kampavíni og konjaki. Svo maður gæti alltaf hreyft sig, við ætlum ekki að sleppa þessum góðgætum. En svo var anskotans flugstjórinn okkar, hann drakk aldrei kampa, hann drakk bara konjak. Og hann hafði af að reyna að kvelja okkur á leiðinni yfir til Englands. Það fór með okkur alveg upp í 35.000 feta hæð í þeirri vorum að færum að tapa eftir að rjúka úr konjak hérna úr kampænsflöskunum. En sem betur þá héldu þeir allir. En ég ekki sagt þér að samflugið var ekki mjög fallegt. Allir bíðandi eftir að tapa að færa fjúku úr. En þetta lukkaðist allt saman. Og það var engin tollur til að taka mót okkur í Englandi. Það var mikið af hæfileika mönnum þarna sem að lifði ekki af strífið. Það var stríðis og margir miklu hæfari en ég. En það bara þetta bara hvort að lukkudísinu er með eða ekki. Mikið af okkar starfi var að gera árásir á ýmsa hernaðarvirki á jörðinni og ef að byssukúla með þínu nafn þá var sama hvað voru góðu flugmaður og hún hæfileg sko. Ég var bara svo heppið að gleymdist alveg að setja nafnið mitt á hennar byssukúlu. Þótt engin byssukúla hafi verið merkt Þorsteini Jónssyni verður ekki hið sama sagt félaga hans. Þeir voru 30 að tölu bekkjarfélagarnir sem luku prófun sama dag frá skóla á konunglega breska flughersins voru 1941. Í lok stríðsins var aðeins einn á lífi auk Þorsteins og þeir voru ótal fleiri sem féllu allt í kringum hann. Sjálfur hlaut hann aðeins einu sinni skráni. Það var Þjóðverjar gerðu árás á flugvöll Breta í Afríku. Hann kastaðist undan kúlnarhríðinni niður í skurð en skast á fæti og opinn í dós sem var þar fyrir. Þorsteinn skaut niður 12 óvinnavélar í stríðinu sumar eftir langan og tvísýnan bardaga. Hann var orðinn flugsveitarforingi á síðari árum styrjaldarinnar. Eftir að friður komst á fluttist hann heim og hóf störf hjá Flugfélagi Íslands.
Við byrjuðum 2 samdægur, Anton Axelsson og ég, báðir sama daginn. Þetta er gaman því að ég hef alltaf álitið töluna 13 sem happatölu. Og þegar ég sótt mitt skírteini heim á Íslandi, þá gæti ég fengið hann eitthvað 13 eða 24 held ég vel, sko. Það voru komið það margir undan mér. En allir höfðu farið fram hjá 13, enginn vildi þar. Ég var nú fljótur að grípa það. Það voru mikil viðbrigði að fljúga með fólk og varning milli staða á Íslandi frá því að berjast upp á líf og dauða í háloftunum yfir Evrópu eða Afríku. En Þorsteinn kunni umskiptunum vel. Sakna þess að það var gaman að fljúga innanlands á Íslandi í gamla daga. Það var nú eitthvað fjör við það. Við unnum sjálfur við allt, gerðum allt, afgreiddum okkar sjálfur, hlóðum og afhlóðum vélarnar og það var einhvern veginn svona skemmtilegur andi yfir því í þá daga. En auðvitað var þetta mjög erfitt flug, því að þá voru einhver radíóvita lendstaður nema í Reykjavík og Keflavík. Allt flug út á land var að vera sjónflug, maður var að skríða undir skýjólum og ég er alveg hissa að hvað við eiginlega mistum lítið af flugulum miðað við hvað þetta voru erfiðar aðstæður sem við bjóðum í. Og enn er haldið áfram að kveðja Þorstein í síðustu ferð hans hjá Cargolux. Hnallþórur eru bakaðar hvar sem er í veröldinu og ekkert sparað þegar Þorsteinn á í hlut. Ef ekki gefst tími til kveðjuathafnar í veislusal er komið með veitingarnar borð í flugvélina. En það þótti líka ástæði til að gera sér dagamun þegar nýjar vélar bættust í flugflota Íslendinga á árunum eftir að Þorsteinn sneri heim úr stríðinu. Hann tók þátt í uppbyggingu flugsamgangna innanlands og milli Íslands og annarra landa. En út þráinn togar og Þorsteinn fékk frí hjá flugfélaginu í nokkur ár og réðist til starfa í belgísku Kongó sem nú heitir Zaire. Hann var þar flugstjóri hjá flugfélaginu Sabena á síðustu nýlundu árum belga og var þá oft heitt í kolonum. En Þorsteinn sneri aftur heim og brátt tóku við langdvalir á Grænlandi. Mjög fljótlega eftir við fengum fjarkana, lentum við í að fljúga ýmsa leigutúra fyrir Dani sem voru þá með svona ýmsa starfsemi í Grænlandi í sambandi við ameríska herinn. Og einstöku sinnum lentum ég að fara með á Kötu, en ég því miður lendi nú tiltölulega lítið í því og hef alltaf saknað þess. En svo kom að því að flugfélagið tók að sér ískannanaflugi fyrir Dani og þá vorum við staðsettir á Narsarsuaq-flugvelli. Og ég var þar í því flugi minnst í 6-7 ár og ég held að það sé eitthvað bara allavega skemmtilegasta tímabil í minni flugæfi, kannski fyrir þetta stríðið sem var náttúrulega öðruvísi. En það var virkilega mjög gaman að vera þarna í Grænlandi. Bæði er landið mjög heillandi. Ég held að það sé fáland sem að heilla með eins mikið eins og Grænland. Flugið sjálft var bæði skemmtilegt og frjálslegt og fólki sem að vann með var mjög þægilegt. Sem sagt, ég vildi óska að væri hægt að halda áfram með þetta Grænlandsflug eins og það var. Svo byrjaði nýr kafli mín. Ég fekk nú sparkið á sínum tíma. Þá var ég sendur, eins og aðrir flugfélagsmenn sendur á námskeið í Seattle til að læra að fljúga þessari nýju þotu sem vorum að fá. Og ég braut á mig rólega og fekk alveg verðskuldað spark. Það er ekkert því að segja. Aftur á móti vil ég að sé alveg klárt að það er ekki annað, ég get ekki sagt annað en Earl Johnson sem var mikill vinur minn og maður sem alltaf þótti vænt að hann lenti í því leiðilega hlutverki að þurfa að segja mér upp og hann sagði mér sjálfur að hann þótti að leiðinda að þurfa að gera það en það var ekkert því að gera en við vorum alltaf vinir alla tíð bæði áður og eftir og undanfarin ár hefur alltaf skrifað mér fréttabréf hvað verið að ske hjá flugliðum og áður hjá náttúrulega flugfélaginu og síðan flugliðum
Sem sagt að þetta maður sem ég minnist með söknuði, hann skulle vera ekki lengur með okkur. Ekki lagði Þorsteinn árar í báti þetta heldur réðst til starfa sem flugstjóri hjá hollenska flugfélaginu Transavia. Flög með ferðamenn frá Hollandi til sólarlanda í Suður-Evrópu auk annarra verkefna sem til féllu. Þetta var þægilegt en tilbreytingalítið flug en örlagadísirnar ætluðu Þorsteini annað og hættu meira verkefni en að flytja fólk í sólina og heim aftur. Sumarið 1968 voru að gerast þeir atburður í Afríku sem leiddu hann aftur og við styrjaldar. En í því stríði hleypti hann ekki af einu einasta skoti þótt hann lenti oft í miðri kúlnarhríð. Sem yfirmaður hjálparflugs Transavia og síðar flughjálpar í matvælafluginu til Biafra átti hann oft eftir að komast í hann krappan. Íbúar í austurhluta Nígeríu af ættflokki Íbóa stofnuðu sjálfstætt ríki sem þeir nefndu Biafra. Á þessu svæði voru helstu olíulindi Nígeríu og stjórnin í Lagos reyndi að kæfa uppreisnina með vopnavaldi. Þegar það dugði ekki var reynt að svelta íbúana til uppgjafar. Frá Enisa og Tómi undan strönd Gabon var flogið með matvæli til hennar sveltandi íbúa á vígvellinum í Biafra. Stjórnarherinn gerði það sem hann gat til að stöðva þetta flug og gerði árásir og hjálparvélarnar jafnt af jörðu sem úr lofti. Tíma fórust margir flugliðar við störf en úr liði Þorsteins og Sao Tome féll þó enginn maður. Sjálfur flög Þorsteinn ofta til Biafra en nokkur annar eða nær 400 ferðir og flutti 4.000 tonn af matvælum í þeim ferðum. Hver 10 tonn voru sögð nægja til að bjarga 22.000 manns. En mitt starf var að ekki aðeins að fljúga, heldur líka að raða niður áhöfnum og sjáum ég hef að segja að ráða mannskap, sjá að væri nægilegu mannskapu fyrir hendi og útskýra fyrir mönnum sem voru að byrja út á hvað þetta gekk. Fara með nýja menn í fyrstu ferðina til að sýna ástandið og sem sagt, þetta var, ég var með skrifstofu þarna sem og kona mín var mér til aðstoðar og við vorum unnum á daginn við þessu skrifstofinu og svo á kvöldin flög ég. Það voru kirkjusamtök frá mörgum löndum sem sameinuðust hjálparflugi frá Sao Tome til Biafra en ríkisstjórnir og aðrir aðilar á Vesturlöndum lögðu til fjármagnar hluta. Vélar flughjálpar fluttu yfir 60.000 tonna matvælum og lyfjum til nauðstaddra í Biafra og var Þorsteinn í fararbroddi fyrir þessu flutningum allt þar til Biafra gafst upp í ársbyrjun 1970. Ég lenti í því að fljúga síðustu ferðina inn í Biafra þegar stríðuna var að ljúka. Þá var herinn eða líkur hér búin að taka úli sem gotum ekki lent á þessum velli sem við lentum venjulega á en svona í nokkra kílómetra fjarlæg frá honum var varavöllur sem við vorum búin að tala að taka þá sem að þyrftu út að komast undan Nígeríumönnum en að taka þá þar sem neyðar úrræði. Og við lentum þar og það gekk allt í lagi, en til vara létum við 2 hreyflana verið í gangi í öðrum megin, við hentum út, tókum með okkur far með þetta, það var þau verið að fara á að taka með sér eitthvað af matvælum sem við hentum út og svo byrjaði alltaf mikið slagur hjá fólkinu að reyna að ryðjast á borð, það vildi allir komast með sko. Og svo akkurat meðan þetta var verið að reyna einhvern veginn að skipuleggja það byrjaði skothríð allt í hérna á vélina sko og skullu vélbyssukúlur hingað og þangað í vélina og svo við hlupum fram í sem vorum aftur í og reyndum að ákveðum að það væri best að reyna að koma sér burtu og því vorum þess að 2 hreyfla í gangi þá tókst okkur að byrja strax að aka út af braut undan kúnarhíðinni og við fengum heilmikið af kúlum í vélina og sprengdu úðurnar hamana og fleira
En sem sagt við vissum ekkert hvernig vélinn hvort hún væri í flughæf ástandið ekki. En ég hef mjög góða menn með mér og við ákveðum bara að halda áfram og reyna þetta. Og við fórum í loftið og jú, flaug vélinn þó hún væri mikið sködduð og við komumst þeim síðan. Í þann mund sem hjálparfluginni Biafra lauk var verið að stofna vöruflutningafélagi Cargolux í Luxemborg og átti það annast flutninga í lofti allan heim. Loftleiðir áttu stóran hlut í hinu nýja félagi og margir íslenski flugliðar réðust þar til starfa. Það eflaust engin tilviljun að Þorsteini var boðin staða flugstjóra hjá hinu nýja félagi áður en það var formlega stofnað. Ég held ég megi segja, ég hafi annarkvæmt fyrsti eða annar starfsmaður sem var ráðinn til fyrirtækisins. Það spursmál hvort ég eða Björn Sverrisson sem þá var hleðslustjóri og síðan flugvélstjóri og núna yfirflugvélstjóri á Cargolux. Hvor okkar var áður og undan en það að verið svona nokkurn veginn samtímis. Fyrst og fremst náttúrulega voru þó nokkuð margir af þeim sem voru með mér þarna í þessu svo kallaða Biafra stríði. Þeir komuðu til Cargolux og síðan margir menn sem voru fyrirverandi loftleiðar starfsmenn líka komið til Cargolux og fyrstu árin má segja að áhafnirnar hafi verið eingöngu Íslendingar. Síðan hefur það smá breyst. Nú náttúrulega hefur Cargolux stækkað mikið, menn hafa líka dottu út úr þessu, það eru dánir og fleira og svo að sem sagt að hlutur okkar Íslendinga sem áhafnar meðlimir náttúrulega minnkandi. En við erum ennþá líklega stærsti hópurinn meðal áhafna. Stiklað hefur verið á stóru í frásögn að viðburðaríkri ævi Þorsteins Jónssonar. Brátt kominn tími til að leggja af stað áleiðis til Luxemborgar. Í þessu fagra og friðsæla umhverfi eru drunur heimsstyrjaldar í óra fjarlægð í tíma og rúmi. En þeir sem tóku þátt í þeim hildarleik gleyma aldrei þeim skelfingum sem þeir urðu vitni að. Hins vegar hefur það löngum einkennt flugmenn breska hersins að hafa ekki mörg orð allar þær hörmungar sem áttu sér stað á stríðsárunum. Þorsteinn þar engin undantekning. Hann kýs frekar að rifja upp atburði frá þessum árum sem hægt að ylja sér við en ýfa upp gömul sár. Hann hefur í starfi sínu sem flugmaður farið allan heim en kann best við sig á Íslandi og Grænlandi. Fullur af lífsþrótti og atorku horfir hann bjartsýnn til framtíðarinnar. Þorsteinn hefur aldrei kunnað að láta sér leiðast og hefur ekki hugað að taka upp þann sið úr þessu. Ég hef gaman að vera á skíðum og gefið það við öll þau tækifæri sem eru en það er náttúrulega ekki mörg. Nú, ég mikið í veiði, bæði laxveiði, silungaveiði og rjúpnaveiði og gæsaveiði sem sagt ég svona, með veiði dellu má segja. Nú og svo náttúrulega á ég bát eða meðeigandi í báti heima og ég stund að veiða á honum líka. Nú ég hef haft gaman að hestamennsku, ég spila tennis og badminton og squash, ég til í allt. Hvenær fær líka. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Risaþota Cargolux að lenda á flugvellinum í Luxemborg í síðasta sinn undir stjórn Þorsteins Jónssonar. Þar með líkur löngum og happadrjúgum ferli hans sem atvinnuflugmanns jafnt í stríði sem á friðartíma. En breski flugherinn hefur síður en svo gleymt honum Tony og óvæntar móttökur bíða hans eftir lendingu í Luxemborg. Tony Johnson was one of a band of unusual people who, many years ago, when Europe was a very different place from what it is today, elected as an individual to fight a battle
which others were committed to because of the countries they lived in. He was not committed to anything, but as a matter of personal choice, he came and joined the Royal Air Force as a volunteer. He joined in 1940. He trained as a pilot. He flew operationally with the Royal Air Force for the whole of the remainder of World War II and for a further year afterwards. During that period, he served on some of our most famous fighter squadrons, including number 17 Squadron and number 111 Squadron. And in 1943, he was awarded the Distinguished Flying Medal. At the end of his time in the Royal Air Force, he packed his bags, having done his duty as he saw it, and returned to his native Iceland. The Royal Air Force failed in its duty to present him with 4 medals. And that we are going to rectify tonight. So Tony, if you would be kind enough to come forward, I'd like to present you with those medals. Ég alveg klár á því að þegar ég hætti þá eitthvað sem ég sé flugvél langar manni til að fara upp aftur, ég veit það. En ég ekkert sem ég sé hættur. Ég ekki hættur að fljúga þó ég sé hættur að vera atvinnuflugmaður.